Komið sæl, kæru jarðarmerki. Nú ætla ég að taka jarðarmerkin saman, gera bara pásu á milli til þess að ég nái ykkur þremur í eitt myndband. Vegna þess að YouTube er með ákveðnar reglur fjölda myndbanda á sólarhring og það er skemmtilegra ef ég næ ykkur öllum saman daginn. Annars er alltaf einhverju sem þurfa að bíða þangað til næsta dag og þá verður fólk óþolinmótt og pirrað. Sjáum hvort við getum gert þetta svona. Ég er að leggja í grunninn lögn sem er kölluð keltneski krossinn. Hann er svona með smá breytingum og útfærslum. Og það sem ég vil biðja ykkur að gera, kæru jarðarmerki, er að vera með spurningu eða eitthvað ákveðið málefni í huga. Og síðan bara sjáum við hvað kemur. Ég ætla að byrja á nautinu. Nautið er fyrsta jarðarmerkið í dýrahringnum, eins og hann heitir. Þá sé ekki allt dýr í stjörnumerki. Einhver veit svarið við því, af hverju þetta er kallað dýrahringur. Ná með ég að segja með það. Það heitir Zodiac sign á ensku, það er Zodiac circle. En kæru naut, fyrsta spilið ykkar datt hérna úr áðan meðan ég var að stokka. Og ég ætla að nota það og taka síðan ofan á. Þá byrjum við og spurningin ykkar má vera hver sem er en hún verður helst að vera opin. Það er að segja þannig að þið séu ekki að gera ráð fyrir já eða nei svari. Heldur að spyrja frekar hvernig eða hvað eða hvenær eða skiljiði mig. Þannig að svarið sé svolítið opið. Ok, fyrsta staðan í þessari lögn er kjarni málsins sem þið eru að spyrja um. Og spilið sem hoppaði hérna út er hér og það er spil sem táknar það sem er á huldu. Kjarni ykkar máls, kjarni spurningarinnar ykkar virðist snúast eitthvað sem er leyndarmál eða eitthvað sem enginn veit eða eitthvað sem þið fáið ekki að vita af einhverjum ástæðum. Þetta spil táknar líka sterka andlega tengingu. Ef til vill er spurningin ykkar eða málefni þess eðlis að þessi sterk andleg tenging tengd því og við sjáum svo þegar framvindur hvað gerist meira. Æðsta prestinjan er líka tengd tunglinu. Hún er kölluð mánagyðjan. Tunglið tengist þá aftur á móti tímabilinu sem spannar næstuð í heila mánuð, 28 daga. Ef til vill er þetta eitthvað sem þið fáið að vita eftir 28 daga eða eftir mánuð við næsta fulla tungl. Það eru ýmsir möguleikar. Þessi sterka tenging hérna með tunglið. Og mánagyðjan býr yfir ýmsum leyndarmálum. Það sem hjálpar í stöðunni. Það sem hjálpar nautinu varðandi spurninguna. Það er fjárhagslegur stöðugleiki. Það er samheldin fjölskylda og samkennd og
ef til vill atvinna sem stabíl og stöðug og gefur vel af sér. Þannig að það jákvæði punkturinn við þetta. Kynslóðirnar eru hérna saman í samvinnu og vellíðan og þeir sem eru búinir að skila sínu, þeir fá hérna að hvíla lúin bein en missa samt ekki virðingarstigann eða virðingarsæti sitt í stiganum. Og þetta í raun og veru hámark efnislegra gæða. 10 í mynd. Þetta það sem að hjálpar í stöðunni eða jákvæði punkturinn. En það sem hindrar aftur á móti og tengir spurningunni ykkar eða málefninu, það sem hindrar eða gæti stoppað eða komið í veg fyrir að eitthvað fari á þannig veg sem þið óskið. Það ef að eitthvað verkefni klárast ekki. Ef einhverjum tekst ekki að útskrifast eða ef að eitthvað samband verður ekki löglega bundið, fullkomnað, ef að samningar nást ekki. Það það sem að gæti hindrað í stöðunni. Það sem vitað og það sem upp á borðum, það að það búið að klára ákveðinn kafla. Ákveðnum áfanga hefur verið náð, kaflinn búinn og næsti kafli það bil að hefjast. Allavega virðist ekkert ætla að koma í veg fyrir það, því að þetta það sem upp á borðunum. Það getur líka verið að einhver hafi tekið sér á hendur ferðalag og einhver sé á leiðinni til eða frá spyrjandanum. Veröldin dálítið magnað spil, síðasta trompið í tarotstofnum og felur í sér loforð eitthvað meira og betra eftir að þessum hring sem nú í gangi lokað. Það sem undir niðri og gæti jafnvel verið falið ef til vill það sem að enginn veit. Það hérna það allt reiðubúið. Það allt reiðubúið, allt tilbúið til að fara af stað með hlutina. Samskiptin tilbúin, aðilar tilbúinir að ræða saman og það einhver hérna sem að með næga krafta og getu til að koma hlutunum í verk. Þannig að ef til vill snýst þetta sem undir niðri einhverja eina ákveðna manneskju sem við getum kallað töframanninn eða einhvern aðila sem býr yfir þeirri getu eða þeirri kunnáttu sem að þarf til að klára málin. Þetta það sem undir niðri. Undanfarið þessa máls eða þessara spurningar, það sem búið að gerast,
það er ákveðin vellíðan og góð samskipti. Hérna hafa aðilar verið að tala saman í miklu bróðerni. Þetta geta verið 2 aðilar eða fleiri og það geti jafnvel verið að fólk hérna hafi þekkst síðan í barnæsku, nú eða lengra aftur. Við erum að horfa yfir í fleiri líf. Það er ákveðin nostalgía hérna í gangi og bara blíðar tilfinningar og hjálpsemi. Og þetta virðist vera undanfari málsins. Að einhverjir aðilar hérna hafa hist, tala saman eða átt einhvers konar samskipti og hafa þekkst úr fortíðinni eða einhver hefur komið og komið úr fortíðinni, birst hérna aðilum sem koma að þessari spurningu. Og það getur verið að sá aðili hafi boðið rétt fram hjálparhönd. Eða bara að þið hafi verið að rifja upp gamla daga. Einhver svona nostalgísk upprifjun og skemmtilegheit. Þetta var það sem var undanfarinn, en það sem gerist næst varðandi málefnið, kæru naut, það stígur inn á sviðið manneskja sem býr yfir ómældri orku. Þetta gæti verið karlmaður. Þetta er manneskja sem er áræðin, hugrökk, ekki tilbúin að láta segja sig fyrir verkum, heldur vill helst sjá að stjórna sjálf. Mikill kraftur sem kemur með þessari mannesku og hann er sannfærður að hann geti drifið hlutina áfram. Þessi manneskja er góð í að vera yfirmaður, stjórna öðru fólki, verkstjóri, þar fram eftir götum. Allavega það sem gerist næst er mikill kraftur kemur inn, hvort sem það er með þessari mannesku eða þessi orka sé að koma til afnota inn í málefni. Mikill leiðtogahæfileikar. Ok, þetta gæti verið einhvers konar yfirmaður eða maður sem leitað er til, eða manneskja sem leitað er til. Nú skulum sjá hvað kemur næst. Staðan á þér, þú í þessu öllu saman. Hvernig ert þú hérna? Hvernig líður þér? Hvað ertu að gera? Staðan á þér virðist bara að vera nokkuð góð. Þú ert í góðu tilfinningar og jafnvægi og ert bara að fagna í góðra vina hópi. Allavega tilbúin að fagna í góðra vina hópi. Bara gleði og glaumur. Ertu nokkuð að djamma of mikið? Má taka það til athugunar. Ertu nokkuð að fagna of snemma? Kannski alltaf að bíða aðeins þangað til að rykið settlast. En þú virðist allavega ekki hafa látið neitt varðandi þetta sláði út á laginu. Skulum bara hafa það lokaorðin fyrir þig. Svo er það umhverfið og ef að spurningin eða málefni felur í sér aðra mannesku, þá er hún í þessu spili. Já, umhverfið er ekki alveg eins mikið á útopnu í gleðinni eins og þú virðist vera. Heldur er
virðist vera stutt í erfiðleikana í umhverfinu og ef við erum að tala um aðra manneskju þá þetta manneskja sem að annaðhvort að glíma við mikla fjárhagserfiðleika eða líður ekki vel andlega, finnst hún vera hafið út undan, sett í hliðar, finnst að hún fái ekki að taka þátt í gleðinni sem hérna í gangi. Það getur verið veikindi líka sem að herja á, ekki endilega alvarleg en nóti þess að það komi fram í líðan. Nú ef að þetta bara umhverfið almennt þá kannski ekki endilega rétti tíminn núna til að biðja þessa aðila sem tilheyra þessu umhverfi launahækkun. Ef til vill eitthvað fyrirtæki hérna sem að gengur ekki sem að skyldi. Það skortur í þessu spili. Ok, svo það útkoman sem vonast var eftir og aðalega útkoman sem að þú vonast eftir. Þú vonast eftir að verða fyllilega ánægð eða ánægður þegar þessu lokið, þegar þetta komið á koppinn. Tilfinningalegt jafnvægi og einhvers konar takmarki náð í tilfinningalegri ánægju. Ef til vill að vonast eftir ákveðinni manneskju því að kóngarnir, drottningarnar og mannspilin tákna oft fólk, ekki alltaf þó, táknast líka bara orkuna sem fylgir þessu fólki, það fylgir þessum spilum, ætla ég að segja. Þannig að kannski að vonast hérna eftir ákveðinni manneskju þessi kóngur vel tilfinningalega tengdur. Hann lætur tilfinningarnar svolítið ráða, hann blíður og rómantískur og kann vel að meta svona fegurri hliðar lífsins, listrænn og þar fram eftir götum. Gæti líka verið vatnsmerki sem þá krabbi, sporðdreki eða fiskur. Þar sem að aftur á móti þessi kóngur hér eldmerki sem þá bógamaður, hrútur eða ljón. En það svona smá útúr bara. Allt til að hafa það með. Þetta var útkoman sem þú varst að vonast eftir að þessi maður eða þessi orka stígi inn í myndina. En útkoman sem líkleg í hvað þetta mál varðar og ekki endilega svo sama og þú ert að vonast eftir. Hún hér og hún svo að hlutir fara að gerast og ég tengi það við þessa orku hér sem kom með þessum kóngi sem gerist á næstunni. Að hlutirnir fara núna í gang. Það verður mikið að gera, það verða mörg verkefni, ýmiss konar samskipti, símtöl, viðtöl, bréfaskriftir, hittingar, skilaboð, allt að komast á hreyfingu eftir ef til vill einhvern stöðnunartíma. Sem að dregur mig aftur hérna að fyrsta spilinu sem var æðsta prestynjan. Ég taldi hérna upp nokkur tákn fyrir hana en eitt af því sem að hún stendur fyrir líka þögn. Ef til vill hafa ekki verið samskipti eða eru ekki samskipti í
í augnablikinu. Og þetta málefni eða spurningin tengist einhvers konar samskiptum. Og þá mun það breytast vegna þess að þegar við erum komin hingað, þá eru hér komin alls kyns samskipti. Hér eru hlutirnir að opnast á meðan að hér eru þeir lokaðir. Ef þetta tengist samskiptum, þá tala ég falleg samskipti hérna sem undanfara og samskipti við aðila sem tengist á einhvern hátt fortíðinni. Þannig að það er eftir það sem er að fara að breytast og opnast til hins betra. Og mismunurinn á þessum tveimur spilum er dálítið æpandi. Þar sem annars vegar er gleði og fögnuður en hins vegar skortur og vanlíðan. Spilið sem annars vegar táknar þig og hins vegar hinn aðilann eða umhverfið sem ræður. Já, þannig að það er eitthvað málefni hérna sem er að fara að leysast sýnist mér og það leysist með því að það opnast á samskipti og ég vona bara að það verði ykkur kærunaut til góðs og að þetta við svarað einhverju af ykkar spurningum. Það ætla ég að þakka ykkur fyrir og nú ætla ég að setja á pásu, taka síðan næsta jarðarmerki sem er þá Meyja. Ljós og kærleikur til ykkar. Komið sælar kæru Meyjur. Það sem ég er að gera núna er að ég er að biðja ykkur að hafa ákveðna spurningu í huga meðan þið hlustið á þessa lögn. Spurningin þarf helst að vera opin. Það er að segja þannig að þið vonist ekki eftir já eða nei svari. Heldur spyrja hvernig og hvað og hvenær og þið skiljið mig. Þannig að svarið verði opið. Og þið megi líka bara spyrja eitthvað að hafa eitthvað málefni í huga. Hvað sem er og spilið mín hrynja niður á gólf og það gerist svo sjaldan en alltaf þegar það gerist þá er það þegar ég er að lesa hérna fyrir ykkur á YouTube. Það er einhver skemmtileg orka í gangi hérna. Þetta voru of mörg spil, ég ætla ekki að taka þau. Ég kíkja aðeins á þau, hafa þau í huga en ég ætla ekki að nota þau, voru of mörg til þess. Við reynum aftur. Lögnin sem ég er að nota, þetta er svona afbrigði af keltneska krossinu, þeir sem þekki það. Með smá breytingum, tilfæringum. Kæru Meyjur, þá byrjum við. Kjarni málsins ykkar, spurningarinnar ykkar eða þar sem að þið eru með í huga. Kjarni málsins varðar jafnt flæði á að gefa og þiggja. Að hafa nóg fyrir sjálfan sig til þess að geta gefið öðrum og varðar ef til vill lán. Þið getið verið að veita lán eða taka lán eða einhver hefur verið gjafmildur við ykkur eða þið eru að sýna öðrum gjafmildi eða veita aðstoð. Þetta snýst þetta flæði að gefa og þiggja eins og ég sagði. Þannig að
það eitthvað varðandi það að fá það sem að manni ber, að hafa nægt fé á milli handana til að geta gefið öðrum með sér eða hjálpað öðrum. Að kunna biðja hjálp og líka kunna þiggja hjálp. Það ákveðin kúnst. Við skulum sjá hvað kemur meira. Það sem hjálpar í þessu tilviki sem þið að spyrja það sem hjálpar, það ég vil segja bara andleg trú. Það að hafa trú á hinum andlega þætti lífsins. Að gera ráð fyrir að það sé hægt að fá hjálp frá almættinu, alveg eins og frá náunganum. Og það sem hjálpar líka að fara á hefðbundnar leiðir varðandi málið og gangast undir þessi lög og reglur sem við búum við í þessu samfélagi sem við erum í. Þannig að það borgar sig ekki að fara hérna á móti straumnum. Það sem hindrar hins vegar varðandi spurninguna það að hreykja sér of mikið, setja sig á háan hest, þykjast vera yfir aðra hafin. Það mun ekki hjálpa. Það auðmýktin og hjálpsemin sem skiptir meira máli hér. Það að vera með stærilæti hindrar frekar en hitt. Þannig að það svolítið spurning ákveðið æðruleysi hérna sem að veitir plúsa. Ok, það sem vitað varðandi málefnið, það sem upp á borðum, það að einhver hérna á erfitt. Einhver líður skort, einhverjum líður ekki vel. Ef þetta ekki ákveðin manneskja, þá getur þetta verið bara að það sé fjárhagsáhyggjur eða skortur á fjármunum. Einhver sem hefur tapað fjármunum. Og það alveg vitað að kannski ekki öllum varðandi þessa spurningu líði endilega vel. Það geta verið veikindi. Það getur líka verið að einhverjir hérna eru settir til hliðar og fá ekki að taka þátt. Því að þetta spil táknar líka það að vera settur hjá eða vera út undan, eins og maður segir. Vá, ég sagði þetta næstu með norðlensku tíi. Út undan. Ok. Þetta það sem að vitað. En það sem undir niðri jafnvel falið og kannski enginn sem veit. Já, það virðist vera það að nægilegir fjármunir eru til staðar. Það stöðugleiki til staðar undir niðri og jafnvel sterk fjölskylda eða sterkt fyrirtæki. Og ef þetta falið, þá velti ég fyrir mér hvort að hvers vegna það sé. Hvort að það sé þá því að einhver vill ekki að þetta sé upp á yfirborðinu. Það allavega styrkur og stöndugur grunnur hérna. Og þá bara spurning að finna hann eða spyrja hann. Því að þessi spil 2 eru svolítið hrópandi andstæður hérna.
Og það fátækt á yfirborðinu en velmegun undir niðri. Ok. Undanfari þessa máls, eða undanfari spurningarinnar, það sem búið að gerast, það eru búin að vera leyndarmál. Það eru hlutir sem hafa verið þaggaðir niður og það ekki allt búið að vera upp á yfirborðinu. Það þarf ekki endilega að vera það sama og ég var að segja. Undanfarin að þessari spurningu eða þessu máli það að einhver veit ekki og vill vita og einhver annar býr yfir vitneskjunni en heldur henni fyrir sig. Ég segi eins og ég sagði við steingetina áðan, nautið, að ég tengi þetta spil líka við tunglhringinn 28 daga, tæpan mánuð. Hvort að eitthvað muni koma upp á yfirborðið eftir þann tíma, að þetta sé hulið í ákveðin tíma. Talan 28 skiptir einhverju máli hérna. Þið kannski áttið ykkur betur á því. Ok. Það sem gerist næst í þessu máli, kæru meyjur, það sem gerist næst og framundan, það að einhverjum finnst hann sig hvergi geta hrært. Þannig tilfinningin að vera stopp. Og þetta svolítið að vera fastur í höfðinu á sér, sjá ekki fram á að hlutirnir muni ganga og að stöðva alla framþróun bara út af hræðslu eða kvíða. Það sem gerist næst. Ef til vill þetta bara gerast innra með þér eða í höfðinu á þér, kæra meyja. Þið eru nú þekktar fyrir það, elskurnar, að vera svolítið kvíðabúnt, vera með hugan á fullu. Þetta getur líka verið einhver annar sem ræðir og þetta kannski manneskja sem bara alveg föst í sama farinu og kvíði framtíðinni eða veit ekki alveg hvernig hún á að snúa sér varðandi þetta mál. Því það sem hún sér í raun og veru mjög lítið, hún með bundið fyrir augun og hún veit að þannig í kringum hana eintóm sverð. En það sem hún heldur að sé stórfljót hérna fyrir framan hana bara pollur. Það væri nú lítið mál að hrista þessa fjötra af sér. Þeir eru ekki það stórir eða miklir og klofa svo bara yfir hennan poll og hlaupa svo bara út í græna grasi, skulum við bara segja. Já, þetta var nú það. Við erum ekki alveg búin. Hún stoppaði tónlistin. Betra fyrir okkur að hafa tónlist. Ég veit hún trufla kannski suma, en mér finnst betra að hafa hana. Þannig að ég ætla bara að kveikja á hana aftur. Við skulum sjá hvað kemur meira. Staðan á þér, kæra meyja, varðandi þetta allt saman. Einhvers staðar hérna í þessari hringiðu ert þú og þú hér. Þú bara alveg búin á því. Þrístungin í gegn. Líður illa. Kvelst af samviskubiti, sorg, eftirsjá og erfiðum hugsunum. Ekki öfunda ég þig, kæra meyja, að vera í þessari stöðu.
hinn aðilinn hins vegar, eða umhverfið, ef þú ert ekki að spyrja ákveðin aðila. Þetta spil hérna stendur fyrir hann. Hann virðist nú bara verið í góðan gír. Ég ekki hissa þó að hann eigi eftir að sýna á sér mjúka hlið ef við erum að tala annan aðila. Ef til vill á hann eftir að rétta þér hjálparhönd eins og í byrjun, eða hann að koma og biðja þig fyrirgefningar. Ef hann hefur til dæmis valdið þessu hjartasári, hann mátti eiga von á einhvers konar sáttaumleitan hérna. Hann nú ósköp uppburðalítill, þessi aðili. Þetta Gosi, en hann vill vel og þó að tilfinningarnar séu ekki stórar eða miklar, þá geta þær vaxið með tíð og tíma. Þannig að þetta svona byrjunin á því að sýna jákvæðar, fallegar tilfinningar. Nú ef að þetta umhverfið sem við erum að tala en ekki ákveðin aðili, þá myndi ég segja að erfiðleikarnir sem hafa verið eiga nú eftir að verða blíðari. Já, erfiðleikarnir verða náttúrulega ekki blíðari. Ég veit að stundum veit ég ekkert hvernig ég orða hlutina. Ég að vinna í þessu. Ég að læra. Við skulum segja að kringumstæðurnar verði betri. Og ef til vill eru kringumstæðurnar ekki alveg eins erfiðar og þú heldur. Og þú munt þá bara komast að því núna á næstunni þegar að svona þetta fer í gang. Ok. Útkoman sem þú vonast eftir. Útkoman sem vonast eftir. Já, þú vilt að hlutirnir bara taki sprett og fari bara að drífa sig áfram. Já. Þú vonast líka eftir því að hlutirnir fari svolítið eftir þínum óskum, því að vagnstjórinn hérna, hann að reyna að fylgja tilfinningum sínum og hann að reyna líka að hafa stjórn á tilfinningum sínum og lífi sínu. Það sést nú ekki á þessari mynd, en svona hugmyndin á bak við vagnin svolítið að hafa stjórn á lífi sínu. Vagnin tengist líka krabbanum. Þetta vil segja það eitthvað. Þannig að þetta það sem þú vonast eftir. Að þú eða einhver annar sem máli varðar fari nú að hafa smá stjórn á lífi sínu og komi sér úr sporunum og ef til vill nálgist þig með þessum hætti sem ég var að tala áðan. En útkoman sem líkleg, ekki svo sem þú vonast eftir endilega, heldur líkleg útkoma. Ég að fara nokkuð út úr myndinni með hann? Nei. Já. Við skulum taka jákvæðu hliðina fyrst á þessu spili. Það ákaflega sterk tenging hérna, sterk binding. Það eitthvað sem verður bundið hérna saman sem enginn fær slitið sundur. Nú tala ég svolítið eins og prestur sem að gefa saman hjón. Ef þetta hjónaband, þá þetta bara tenging sem að gæti á erfiðum dögum virka eins og hlekkir.
Neikvæð hlið djöfulsins að sjálfsögðu eins og ég hef sagt áður fíkn og allar þannig tengingar. Fólkið hlekkjað, það reyndar laushlekkjað, svipað á konan hérna í áttunni. Getur tekið af sér hlekkina þegar það vill, þannig að það hlekkjað að eigin vild. Það ákveðin svona boðskapur hérna. Og hann harður húsbóndi en hann skiptir sér ekki af hlekkjunum sem fólki ber. Það á þeirra eigin ábyrgð, skulum við segja. Þetta spil tengist líka stjörnumerkinu Steingetinni sem við ætlum svo að lesa fyrir hérna á eftir. En sem útkoma þetta svolítið dominerandi spil sem líkleg útkoma. Og ég fæ ekkert allt of jákvæðan víbring með þessu. Ég myndi ekki krossa fingur að útkoman verði eins góð og þú ert að vona. Því að fíknir virðast að ráða svolítið miklu hérna. Þegar svona erfið spil kom upp, þá tek ég alltaf aukaspil. Það undir ykkur komið hvort þið takið mark á því eða ekki. Ég vil í fyrsta lagi taka eitt spil auka hérna fyrir áttuna og svo annað hérna fyrir útkomuna. Þessari manneskju tekst að losa sig úr þessum erfiðu hugsunum, ef til vill með aðstoð annarra, með aðstoð utan að frá. Og hún þarf bara að fara varlega í því að rífa sjálfa sig niður. Og hún þarf að hafa svolítinn hemil á hugsunum sínum. Því hún getur verið rosalega beinskeytt og hörð ef því að skipta. Já, ok. Jæja, ekki alveg eins slæmt og ég var að óttast. Útkoman virðist ætla að verða bara ákaflega sterk binding. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvað þið eru að spyrja um. En ef þetta er varðandi fjármál, sem að mér finnst líklegt allavega í einhverju hluta tilvika hérna, þá er þetta bara spurning að kaupa og selja og passa sitt. Passa sitt, já. Halda utan sína fjármuni og jafnvel bara eyða ekki megni fram en varast samt nísku. Það er voðalega auðvelt þegar þú ert að passa peningana þína að fara út í hinar öfgarnar. Allavega sterk skilaboð því að djöfullinn getur verið óhóf í fjármálum líka. Það er þess vegna sem ég er að segja þetta. Þessi hérna passar sitt en honum er mikið í mun að halda örygginu sínu og stöðugleikanum. Já, ok. Já, ekki alveg slétt og fellt hjá ykkur meyjur, en þið vitið ef til vill betur en ég hvað er að ræða hérna. Og ég efast ekki það. Þá ætla ég að þakka ykkur fyrir. Nú set ég á pásu og tek Steingetina. Vona að þetta gangi vel hjá ykkur, sendi ykkur ljós og kærleika. Komið sælar, kæru Steingetur, þá komið ykkur. Ég er að taka jarðarmerkin öll hérna í röð núna. Af því
því að YouTube leyfir mann ekki að setja nema ákveðin fjölda myndböndum á hverju sólarhring. Þannig að ég ætla að reyna að skipta þessu bara niður í 4 parta, taka jörð og loft og vatn og eld. Þannig að nú það jörðin og þið eruð síðasta jarðarmerkið í dýrahringnum. Það sem ég ætla að gera er að biðja ykkur að hafa ákveðna spurningu í huga eða eitthvað málefni sem þið viljið fá svar við. Spurningin þarf helst að vera opin þannig að þið búist ekki við já eða nei svari. Heldur reynið frekar að spyrja hvernig eða hvenær eða hvaðan eða hvað, skiljið ekki. Og aftur þetta spil hjá mér í gólfið, eins og ég var að segja við megina, gerist aldrei nema þegar ég er að lesa á YouTube. Það er eitthvað. Ég ætla hins vegar ekki að nota þessi spil sem duttu, heldur halda aðeins áfram að stokka áður en ég tek fyrsta spilið ykkar. Lögnin sem ég nota er svona afbrigði af keltneska krossinum, fyrir ykkur sem þekki það. Smá svona breytingum frá mér. Ok,